Þannig að þú ert bara komin inn í þetta hérna. Þú ert the shit, Jen. King of subs. Ég er Ole Gunnar Solskjær fyrstu dagana. Já, þú ert super sub. Hvernig eru þið, drengir? Ég er náttúrulega hrikalega góður. Já, herru, það er náttúrulega ekki að spyrja því. Það er bara, þetta er þinn tími ásins, Airwaves. Það er jól og þjóðhátíð. Já, Airwaves. Ég er mjög góður. elskar Airwaves. Ég elskar Airwaves. Þegar ég heyri Airwaves auglýsingar, þá hugsaði ég Jón Gunnar Gerdal. Já, takk fyrir það. Ertu búin að fara á eitthvað good shit off venue núna, eða? Svo látið þetta hljóma svo þið tveir séu bara heima að hlusta á þig með á móti sól, alla daga. Var Úldin Úlpa að spila í gerð, eða? Eins og ég var að segja það, ég er nú bara að fara að sjá Kali og Múkisson í kvöld. Já, það er, veist, reyndar, allir sem að, eru á Airwaves, tala vel þetta, sko. Ég held þetta sé alveg geggja. Maður er bara svo mikill plebbi sjálfur, sko. Já, ég veit að þú ert músíkmaður. Já. Náttúrulega, þú veist. Egil getur ekki fara á þetta, því að það er ekki skúter eða, þú veist. Það gæti því, það er engin aflitaður og ekki neitt, sko. Nei, það eru meiri líkur að Egil myndi mæta á Vestlóball og sjá vinsinn, Basshunter, heldur hann að fara á Airwaves. Meirinn til í það, við ekki náða. Hann væri til í það. En þú myndir að gaman sem, þetta er bara hellingur af flottri músík, sko. Já, herruðu, minn maður er að fara að spila á Laugardagen. Ég var til að sjá hann, Take Me to Church, Hósier, til dæmis. Hósier, Caribou ætla ég að sjá, ég ætla að sjá. Það er mikið af svona krútlum hljómsveitum hana. Það er mikið af krútlum hljómsveitum. Já, svona krútlum. Ég fór til dæmis á off-venue tónleika, talandi það. Fórstu off-venue? Já, á Elliheimili Grund á miðvikudagsmorgunin. Já, ok. Bara í samkomusal gamla fólksins. Hvað, bara gerum þetta Valtís með Nikkuna? Nei, bara 10:30, sætistelputin í Ilju og Június Meivand, sem er stórkostlegur listamöður. Þú varst mættur hérna bara á Grund. Það var bara 100 ára gæi, svo voru leikskólabörn og svo gamli. Og allt á milli, þetta var reyndislegt. Já, geggja. Þú ert líka þar, ég er ekki bara einhver 6-7 ári að þú fætir hann. Hringdi mig þegar þú lítur svona vel út verður. Varst að skoða herbyggið síðan? Já, þetta er svona early check-in. Ég ekki að snappa það með stóð fyrir þann Elliheimili Grund. Early check-in. Hvað hefurðu farið í sleik á Airwaves? Ég hef öruglega einhvern tíma að fara í sleik og Airwaves, já. Þetta er samt ekki svona eins og brekkusleikur á þjóðhátíð. Þetta er ekki svona að fara í sleik og Airwaves. Nei, ég skilji. En mjög gaman í sleik og Airwaves, samt. Mér finnst mjög gaman að spyrja hvort einhver að fara í sleik. En við erum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Það er föstudagur og við ætlum að keyra ykkur inn í helgina með stórkostlegum þætti. Það eru, gamlir og góðir liðir eins og Myndru fyrir cash, sturla staðarindir, spurt og svarað, hvort myndur frekar. Við erum með nýjan trailer hérna, ég og Egill, sem að verður spilaður hér eftir smástund. Og bara hitt og þetta verður skemmtilega þáttur, við erum í stuði. Og Egill, þú ert náttúrulega ekki að fara á Airwaves helgina? Ég meina, ég veit ekki, ákveð ekki. Áttu bandi, er ekki uppselt á þetta? Það er uppselt í september, sko. Já, heldur þú eitthvað við sem erum með að labba hann inn? Ekki sem aflítast styradröld, hver segir nei? Hvaða dyr eru alltaf að stoppa mér? Ef þú vilt fara á lappinn, þetta er ekki flókið. Ef þú vilt fara eitthvað á ferðu. Ég ætla reyndar að geða þetta off-venue í kvöld. Nú? Það fara að sjá Sverri Bergmann á dönsku. Ég enda nú örgulega þar að syngja upp á borðum. Það verður mitt Airwaves. Hvenær fæ ég trailer? Supersub. Það er kannski bara í dag. Já. Við erum búin að búa til trailer. Þú fæði trailer síðan. Gaman að skilja spyrja, því að það er trailer fyrir Nonna Plug hér á eftir. Þú ert líka það oft hérna að þú eigu alltaf trailer fyrir því. Alltaf þegar þú kemur. Ég ætla að fyrst að gefa grænt á hennan trailer. Ég ætla að fá að heyra hann fyrst. Þú verður mjög ánægð með hann og heyra hann einn eftir smá. Bara trailerin eftir smá, en byrjum þetta á Black Widow. Það er eitthvað að veita lag, ég fíla það. Þetta eru Iggy Azalea og hvað heitir hinn áttur hérna, sæta Rita Ora. Game always starts the same. First we're both down a plate and somehow you go. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want it. Iggy Azalea hér í FM 95 Blöð og FM 957. Ég heiti Jón Gunnar Gerdal, með mér Auðun Litli Blöndal og Egill Litli Einarsson. Auðun Litli? Meðalhæð? Meðalhæð, þegar ég 2 sköllóttir og 1 glerharður. Já, 2 harðir og 1 mjúkur. Já, 2 harðir og 1 mjúkur. Nei, þú ert ekki mjúkur. Ekkert svona rugl. Ertu ekki tórstandi? Já, getting there. Getting there. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Og ég er með góða fréttir fyrir þig, Egill. Má gott með það. Hvað viltu heyra í slúðrinu? Miley. Ég er með slúður af Miley Cyrus. Yes! Og ég ætla að byrja á Miley Cyrus, en hún er að gera allt vitlaust núna eftir hún naglalakkaði svíni sitt. Hún á svín sem... Það er aðeins sem liði. Hún á svín sem... Hún er með svín sem gæludýr. Já, gæludýr. Lítið krútlegt svín, mjög gáðan fylgjast með henni, hún stekkar alltaf.
Þetta var svona gældi fyrir þig eiga. Þú ert nógu steiktur í þetta. Hvað er að þið lítinn grís? Bara gilsi og göldurinn. Hann er búin að stækka svo mikið hjá hann. Heyrðu, hann segir þetta bara einskjærum áhuga. Það er mjög gaman að fylgjast með svínunu stækka. Það er mjög langt síðan að svíni var tiny. Ég er búin að fylgjast með henni Instagram lengi. Hún var pínu lítið svín fyrir nokkur vikum. Ég er búin að fylgjast með henni lengi. Miley Cyrus. Hvað heitir svínið? Ég er ekki klárað hvað svíni heitir. En alltaf, hún var að naglalakka svínið sitt og það var allt vittlust. Dýra vendunarsamtök og bara animal lovers allan heim, alveg brjálaður út í Miley Cyrus. Ég ætlaði að spyrja okkur því, kannski er ég bara svona vittlust, er eitthvað að því að naglalakka svínið? Má ekkert lengur. Ég meina, það var ekki að hún var ekki að meiða svínið, sko. Nei, það nokkuð. Svíninu fannst þetta gaman, sko. En af hverju svo pyrra? Ekki að hún er ekkert að pína svínið? Nei, það er ekki bara naglalakka svínið og þú veist, naglalakka þessi hann bara að, þetta er ekkert flókið, sko. Það var mjög fyndið að sjá svín með rauðar neglur labba gólfið, sko. Það er reyndar fyndið. Ég verð að vikina. Mér finnst það drepfyndið, sko. Ég myndi hendi svona 50 Snapchat ef ég var að naglalakka svínið mitt heima. Hún er mjög duglega að greiða henni og svona, hún er alltaf að mynda sig sem er að greiða svíninu og svona. Þetta er þetta góð hugmynd, ég geti verið að naglalakka Ted. Sendi ykkur Snapchat í kvöld. Naglalakka Ted. Þannig að ég er í Team Miley hérna. Hún bara naglalakkaði svínið sitt og ég er mikill animal lover. Ef hún hefði verið að slá svínið með svipu, það er brjálast. En að naglalakka skilu það er að fengið í því. Hver er í því? Ég veit ekki. Slá svínið sitt með svip? Einhverjir vondir menn. Það eru margir vondir því sem eru með öllu óskiljanleg. Ég er alveg saman því. En að naglalakka svínið. Já, sko, ég er a true animal lover. Já, sama hér. Bara alla leið, en við vorum alltaf lendi í vesinni í 70 mínútum á sínum tíma. Þú líka hnefaðir beljublu. Nei, það var bara, veist, með bondanum, ég var ekkert að þegiðu ég var ekkert að þú list að hljóma Já, bara viðbjóður Það var það sem við gerðum Það var ekki 70 mínútum heldur, það var í auðvitað að seppa En við vorum alltaf að fá tölvupósta frá dýraverndarsamtökum og einhverju fólki sem var alveg brjála og það er bara, sko, þetta er fólk sem að bara, ég veit ekki ofhugsar hlutin einhvern veginn þegar kemur að dýrum heldur alltaf sé að vera að pína Það er ekki þannig Nei, hvað er að því að naglalakka svín til dæmis? Ekki neitt Besta við það í 70 mínútur þá þegar Sveppi fóð með hann gerði tilraun að fara með hund á hlaupabretti Já, ég man það, wow Og þá fengum við risapóst bara Ég var til í að sjá þig á 4 fótum niðurlægðan á hlaupabretti í hengingaról og við gerðum það svo fóð Sveppi á brókinni á 4 fætur á hlaupabrettunum Það er drepfindi En alltaf, hún er í smá vesinni vinkona en út af þessu Hún rífur sig í gang Já, og talandum að vera í vesinni eða talandum að vera í rugli hún er nú kannski ekki svo þekktasta í bransunum en hún var mjög fræg og vinsalita fyrir nokkur mánuð það er hún Amanda Bynes hún er hún er komin á lokastöðgrið það er bara þannig nýjast er að hún er núna heimilislaus foreldrar hennar flutti frá LA þau eru náttúrulega búin að reyna að koma inn á hæli og ég er ekkert að grínast með það er verið að búið að reyna að koma inn á geðveikagæl hún vill ekki fara og neitar að fara þar inn en þau fluttu núna til Texas og hún er heimilislaus og það voru að nást hérna myndir henni þar sem hún er sofandi í mollinu í Beverly Hills var að leggja sig bara þar í sófanum Hún er alveg farin Já, bara tíngreið, hún er bara veik, ljótt að segja og það er líka pínu sorglegt að paparazzarnir eru eldan út allt Það taka samt Já, ennþá meira rugla núna Já. Að það er nýja ruglinu Það taka flest allar stjórnum svona tímabil, sko Já, það er eitt að taka tímabil, þetta er ekkert eitthvað svona tímabil hjá henni Fannst ekki það Britney með allt niður sig og Já, snóða sig og var öskar á alla og sofandi í málum, bara allt niður sig Hún var ekki sofandi í málum Og síðan girt hún sig bara í dag með allt á hreinu Já, hún er skemmtari milljarðar, sko Hún er að þérna $1 million á mánuði, held ég Já, sama ég bara Já, svipa Svo er það síðasta slúrið sem er að mínum að svona besta slúrið, allavega það sem ég hafði mestan áhuga á en Steven Tyler var spurður út í, hann er sem sagt Joe Perry sem er með honum í Aerosmith er að gefa hérna út ævisögu og Steven Tyler var spurður í viðtali hvort að hann ætlaði að lesa bókina og hann sagði orðrétt hell no hún sagði þetta er ógeðsleg bók það er engin vinskapur á þetta milli það er mjög fyndið, ég sá þetta hérna í 60 Minutes á sínu tíma fyrir einhverjum 2 árum og þetta er löng grein hérna þeir þól ekki hvort annan En samt búin í sömu rocklustin í 40 ár 44 ár eru þeir búin að spila saman og þeir hata hvort annan þetta er bara vinna þeirra og þeir bara mæta, gigga og já, það var bara eins og Steven Tyler talaði bara þú getur alveg verið í góðri vinnu og þú þólir ekki eitthvað sem er í vinnunni en þú hættir ekki í vinnunni samt En samt hljómsveiti, sko Já, þetta er chemistry og eitthvað, þetta er mjög sérstök Og hann, sem sagt, segir hérna í viðtalinu Steven Tyler að hann veit að Joe Perry er að fara að rakka sig niður og það er að sama með Steven Tyler og John Bon Jovi sem að komið líka á orð að þeir eru bara með hljómsveitamedlemina í vinnu Þeir eru bandi og taka alla tekjurnar og svo bara herðu borga bara X svo borga þeir hinn þeir bara sendi inn reikning þeir taka allan penningin þannig að þeir eru ekki vinir Ég hitt Steven Tyler
Vá, ég var til að hitta hann. Mér finnst hann geggjaður í Idolinu. Á veitingastæði í London maður, hann ekki fyndið, hann kemur hann inn, klæddur hann eins og bara einhver kona og lúkkar hann eins og $1 million. Alltaf klæddur eins og trúður en samt svalur. Já, ef ég hef lappað inn í þessu dressi, það er bara svo við rekkjavakar, sko. Bara gamli búin að missa það. Fólk er bent á þig og hlegið. Já, bara eftir í hvernmanns veski og hvernmanns kápu, nei, hann lúkkaði eins og $1 million rockstjarnar. Geggjaður. Hrikalega svalur. Já, hrikalega svalur. Þannig að þessi æfisaga kom út með Joe Perry, þar hafið þið það. Já. Miley Cyrus, hann lagla svín, Amanda Bynes í Tommy Tjóni og Steven Tyler ætlar ekki að lesa bókina Joe Perry. Hér eftir smástund förum við í myndunni fyrir cash og það er mjög gott í dag þó ég segi sjálfur frá. Gíraðu upp með Doritos. Sláðu inn strikamerkið af þínum Doritos-póka á doritos.nu og þú getur inn í nýjasta Call of Duty leikinn. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Við erum búin að skreita jólamatselana á slipparnum og setja upp glitrandi serjur af litríkum kokteilum. Hlakkaðu til jólana á slipparnum. Það eru bökudagar á Safran. Það þýðir að allar bökur á matseli kosta aðeins 1.090 krónur. Safran. Ert þú búinn að tryggja þér miða á 20 ára afmælistónleika Nirvana-plötunnar Unplugged in New York sem haldnir verða á morgun í Háskólabíó? Tryggðu þér miða strax á miði.is. 20% afsláttur af öllum ljósakortum. Stjörnusól Hafnarfirði. Sími 555-7272. Kofinn er kofinn sem allir aðrir kofar hræðast. Kofinn, Laugavegur 2. Í kvöld fellur snjórinn á dönsku kránni klukkan 20:59. Öl! Den danske K. Það meir en fullt starf að stýra heimili. Þess vegna hefur Síminn einfaldað málin með heimilispökkum utanum netið, heimasíman og sjónvarpið. Pakkarnir 3 eru góðir, einn betri og annar bestur. Þú velur þann sem hentar best fyrir þig og heimilið þitt. Þú getur meira með Símanum. Græna byltingin hafin á Subway. Vertu léttur og settu létta og fitusnauða engifer og hvítlauksósu á bátinn þinn. Subway. Fersleiki okkar bragð. Snjórinn fellur. Föstudaginn næstkomandi klukkan 20:59. English Pub. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 Blö. Þetta getið heyrt á Airwaves á morgun. Take Me to Church með Hósér. Hvað hann að spila, Jón Gunnar? Annarkvöld í Hörpunni. Hann í Hörpu? Já, þetta lag fíla ég tætlumist að geggjala. Sennilega bara upp á slæði mitt í dag. Ég var til að sjá hann á morgun. Take Me to Church heitir það. En þeir að hlusta á FM 95 Blöð. Það Rauðan Blöndal, Egill Einarsson og Jón Gunnar Geirdal við ykkur til 6 í dag. Og það komið að dagskrárliði sem fastur hér á föstudögum og heitir Mynduru fyrir cash. Og ég með 3 spurningar. Ég sagði eiginlega já við öllu síðast. Þegar Richard var svo, hann var svo dýr og hann var svo, veist. Hvernig stóð Ríkir sig hérna daginn? Það stóð sér mjög vel, nema hann slúðrið hann svo hræðilegt. Allt annað stóð hann sér bara nokkuð vel. En það bara því að það var ekki Miley Kardashian fyrir þig, sko. Það var bara ömurslúður. Já, menn hann var mjög góður. Richard topp með. Já, Richard alveg með það. En, já, herri, ég náttúrulega með trailerin, verði ekki að spila hann? Æ. Það fyrir ekki henda hérna. Já, það trailerin og það strax. Would you like to have pockets full of cash? Það ekki séns að hann var lengri. Ég gleymi alltaf þessi trailer 2 mínútur og langur. Já, bara jafnvel 3. Ég vil hafa hann alltaf lengri, við ekki það. Það var eitthvað sem taldi daginn. Cash kemur 23 sinni fyrir í trailerin. Já, og $1 million to be bald. Takk. Myndur þú vera að skjóta fyrir $1 million? 120 milljónir. Jú, fjall. Eitthvað að þér? Við fáum ekki krónu fyrir það, sko. Já. Við lúkum samt svona vel. Myndur ekki gera fyrir $1 million? Ég veit það, þú ert eini maður á Íslandi sem fer ennþá í strípur. Ég var að stríp mig morgun hjá Robba í Carter og freka spes atrið sem gerist þar. Það var annarlega alltaf svona hugguleg kona sem þrýður mér í vaskinum, setur djúpnæringu og ég fann nuttið, þessum nuttar svona hársvörðin hægt og rólega og það er yndislegt, sko. Hörru, það var drengur núna, Alex, ungur myndalögur sætur drengur sem tók mig í vaskinn dag. Það var spes, en ég hafði gaman að þið.
Er einhverjum ekki Þetta var einhver að spyrja Hvað eiginlega, þú veist að Takk fyrir leiðalustu sögu Í sögu FM9 blöð En það sendur mér að tölupúst í kvöld Ég ætla að lesa þetta helgina Já, við erum 30 ára núna Þetta er leiðalasta saga sem ég hef heyrt Það er að því Til aðmyggjum með það Alex, ef þú ert að hlusta Alex, en þú mér hárið ég sköll En já, talandi að við séum 30 Það átt að vera afmælisþáttur í dag En að því að Steindi Junior og Pétur komast ekki að við erum 30 ára núna Þá er afmælisþáttur eftir viku Næsta föstudag verður við allir Það verður nýr brjálbreki nýr tong og ég veit ekki hvað Endilega stillin næsta föstudag En það er komið að myndur fyrir kæs eins og það heyrðu í trailerinu maður og Egill, þú ert ekki viss hvort þú myndir raka vera sköllóttur fyrir $1 million Þetta er ekki nema 120 kúlur sko Ekki nema, já, þú náttúrulega syndir í sælum DJ Musselboy Hreftu mig Einhver innkoman maður Ef þú myndir hækja upp í svona 500 miljónir og takja þessu Æ, ég veit hvað er að þér En Jón Gunnar, myndir þú borga 5 milljónir fyrir að vera með þykkt hára sem eftir æfiðinnar? Nei Glæsilegt Alveg saman sko Já, hann tekur ekki 120 Þú ert líka miklu myndalega en ég, John Ég held að ég væri svo ekkus Ég væri ekkus, held ég En það er komið að fyrstu spurningunni Já Í myndur fyrir cash Mundiði, nú er lottopotturinn, hann er 5-faldur Og það eru 50 milljónir í boði Þannig að ég ætla að vinna þess með 50 milljónir í fyrstu spurningu Mundiði fyrir 50 milljónir vera fullir í mánuð? Já Þetta er nú Það er náttúrulega létt fyrir þið núna Erveifs og svona, það er bara strax vika komin Já Nei, þetta er samt, þetta er slatti tími Þetta er 50 milljónir fyrir 1 mánuð í vinnu Þetta er bara vinna Já, en þú ert að vera fullur alltaf dag Já, ég minna, það veist, hvað Síðan eftir það bara tekur 11 mánuði fríhelgi Sem bara við basmóruna og hún fæ bara kött af þessu sko, málið dött Pappi þarf að vera fullu krakkar Í mánuð Já, ég fæ pening fyrir það Já, myndi bara ekki taka Jam í kvöldlægi, ég fæ bara svona myndbandi spilast í haust Það var á dag 33 Held samt að sko eftir kannski 10 daga streit þá hlakkar ekki til opnið ískaldan Nei, þá er ekki svona Nei, líka þú bara verður maður ekki veikur eftir þetta Jú, bara það tekur á líffæri og svona þú ert bara í tómi tjón Já, maður ælir örugglega mikið En samt færi 50 kúlur Það er ekki að tala að taka þig öll kvöldin Ekki bara pési planta öll Bara sita kannski bara á fási Þegar Egill planta sér Er eitthvað leðilega en að djama með blöndunum Er eitthvað að finna Maður er bara svona, Egill, viltu eitthvað? Og er hann bara eins og planta á djama Hann er bara heikust Ég planta mig 1-2 ári Þá planta ég mig Það er óþólandi Öll skiptir með mér, það skiptir Pési planta Þannig að þið myndir báði taka plöntuna fyrir 50 miljónir 100% Plöntuna kom eins að degi Í mánuð En hvað er þetta að gera þá að mánuði? Þú byrjar að drekka í ádeginu Það hendi sér bara á English í trúpadórinu með túristónum og engin veitur þá beli hver þetta bara hvað er með það Jón Gunnar gamli alveg, já náttúrulega, engin mætti vita það væri verra sko hvað með Jón Gunnar, hann er búin að vera fyllur í 3 ára já, vika 4 já, hvað er hann bara að taka allar helgar, nei, hann er fullur alla dag nei, hann tók bara janúar janúarblöð myndi að fá nýja merkingu en já, þetta væri erfitt í janúar samt, í myrkrinu einhver eru þingan í februar en þeir myndu báðu taka 50 miljónir Já, ok Þið getur verið að bara gefta ykkur lottó og reynda að vinna pottin á morgun Svo er enga líkur að vinna í lottónu Það er ekki að vera leðilegur Svo er næsta Mundið vera handjafnaðir við Einar Mikael í 1 ár fyrir 200 miljónir Fílík Veisla var handjafnað við þann mikla meistara bara brellur alla dag þetta er 1 ár bara jólin og þú ert heima með konuninni og barninni og þá var alltaf Einar Mikael handjafnaði við hliðina sko með hrafnin og spilagaldurinn sko og fleira til værur orðin er þreyttur á sér hrafni þá maður Þetta er munurinn á sko þér og Richard á með síðustu viku var í sleiku Jón Gunnar í mínútu fyrir 100 miljónir Já, bara strax spurning hjá hann Já, það var spurning sko Þetta var bara áskorun hjá mér og Sveppa, ég fekk ekki krónu fyrir það sko Já, málega, og þú veist þetta er ekki áskorun á Egil, hann bara svo bara fyrir svona flipsleik félagarnir Já, mér þetta bara ekkert þessum, 100 miljónir Ég myndi gera til kipp og fleik Hann sann til að fara í sleik við Hilmisnæg og Björnlin fyrir 10 skall, jafnvel 1000 skall En sko að vera fast Einar Mikael alveg saman sko, Einar Mikael toppmaður örgulega besti maður sem getur fastu við í ár en að vera fast veit ekki með það en málega, síðan það er Einar Mikael að fara að hægja sér það er, þú veist, Einar Mikael hann hægir sér svo allir aðeir sko hann þarf að hægja sér hann galdrar það ekki burt og þú veist, hann er með eina hönd skilur, hinn höndin er föst við mig hann þarf að nota báða þú þarf ekki að lýsa þessu, myndur þú taka 200 miljónum eða ekki? Ég held ekki Nei, því það veist, Einar Mikael, ég held að hægir sér örgulega 23 á dag, sko
Þetta snýst ekki það eitthvað. Ertu 5 ára Egill? Þú ert alltaf að fara með eitthvað í eitthvað. Það er alltaf. Ég er að sjá hvað ég, veist, mér myndi aldrei hægja sér. Ef ég bara eina veginn að segja, ég hægja mér ekki. Já, veistla, sign me up. Bara. Þú væri til í þetta, eini dealbreakerinn. Vilt þú fara með einar meikar og klósett núna og horfa á hann hægja sér það? Ég er fít sko. Ég er bara fít sko. En líka það sé mestu áhyggjurnar hennar. Ég sé meira, þú getur ekki stund að kynlíf í ár. Hvað er að hafa hann á kantinu bara í handjónum og horfa það? Í handjónum? Það er svona grínlaust. Það er bara... Vá, ég fekk rosalega vonda mynd. Við þurfum að segja nei við þessu, því nöður. Ég hef nei líka hérna. Þetta er nei. En fyrir $500 million. Í ár. Þetta er bara litið 500 milljónir í árslaun. Ég myndi taka það. Eftir það. Eftir það. Ég myndi taka það. Ég myndi hafa hann bara þarna við hliðina með því. Já. 500 milljónir. En ef maður sé niður í gang. Það er aðeins. Nei, ég bara að spyrja. Egil, þú 34 ára, ángríns. Þú ert orðin faðir. 34 ára, með aflita hár. Svo er það síðasta, ángríns, það var skemmtilegri saga en þetta með Axel þegar hann var 3 og það er hálfur. Já, Alex. Það var frábært saga. Alex, fyrir ekki. Það er bara mjög skrítið að vera allir með dreng að gefa þér hausanu. Þú ert ekki manur í. Það var spes upplifun. Ég verði að útskipta fyrir ykkur. Glæsilegt. Svo er það síðasta. Mynduð þið láta taka af ykkur, þið myndið heyra, þið myndið láta taka af ykkur eyrun fyrir 300 milljónir. Það var ekki með einn eyrun. Jesus. Taka af sér eyrun fyrir 300 milljónir. Ég held maður væri frekar. Það er ykkur. Ég heyri alveg, en ég er bara ekki með eyru. Já, hann er út mjög ég held það sem mjög Já, ég heyri henni ekki með eyru. Já, ekkert mál, bara húfum, málið dött. Bara húfu alltaf? Já, bara húfum. Ég er endur oft með húfu, þetta var Þú heyri, sko, ég er ekki tekið sem að er heyrnanlust. Nei, en ég kann ágætlega við eyrun á mér, sko. Okkur, þú séðu það? Ég séðu, spegli. Þannig að þú segir já, Jón Gunnar? Já, ég held það bara. Ég er ekki mikill húumöður. Þið tveir elski húur og hatta og okkur svona tótt. Okkur líka kall, sko, við erum ekki með hár. Já, ég veit að það er ekki með hár. Það var enginn Alex að nutta okkur í morgun, sko. Ég held ég verði að segja nei, þið miður. Þú segir nei? Já, ég verði. Ok, þannig að þið sögðu já við að vera fullir í mánuð en þið myndi ekki vera með eina Mikael handjarnaðan við ykkur og myndu... Nema fyrir 500 milljónir. Já, og svo myndið þú sleppa eyrunum, Jón. Já. Þar hafið það, kæru hlustendur. Hvað myndið þið gera? Myndið þið vera handjarnuð við eina Mikael í 1 ár fyrir 200 milljónir? Hugstu þið það? Já. David Guetta með Dangerous. Fínasta lag hér á föstudegi. Það er 7. nóvember, styttist í jólin. Eru konið jólaskapstrákar? Já. Jólaskap, 7. nóv. Ekki jólaskap, en ég er rosalegt jólabat, sko. Já, ég líka. Jólablöð, styttist í hann. Já. Egill er ekkert jólabat. Af hverju ekki? Hann þolir ekki jólin. Þetta er aftur að breytast núna að þú ert orðin faðir. Já, það var öðruvísi. Kannski ekki alveg núna því að hvað er junior? 3,5 mánuða. Já, ok, eftir ár. Já, kannski á... Jólinn 2015, þá ennþá meira, sko. Þá kemur kannski jólagilsi, 2015. Já, jólagilsi, það er veist. En Jón Gunnar er með okkur í dag og við ákveðum að henda í trailer í deilum af því. Mér finnst að við alltaf verum með gest þá við gerum trailer. Já. Það er mér persónulega skoðun. Hér eftir Jón Gunnar verður þessi trailer alltaf spilað svo þú ert hjá okkur. Hlustaðum. Alltaf spilaði núna þar þú ert hjá okkur. Make me a fucking sandwich. Plug my party, John. Auglýsingar og svo styrla staðarindir. Kollagen rauðljósameðferð og splunkunýjir D-vitamin ljósabekkir í hjarta Hafnarfjarðar. Stjörnusól, Fjarðargötu 17, sími 555 72 72. Komdu inn úr kuldanum og fáðu þér pítsu á Laugavegi. Eldsmiðjan. Það eru 1395 útköll frá björgunarsveitunum á ári. Taktu vel á móti neyðarkalli björgunarsveitana. Slysavarnafélagi Landsbjörg. Smáralind er opin til 7 í kvöld. Vertu velkomin. Smáralind. Góða skemmtun. Get out there and save the world. Warner Brothers kynna Interstellar frá leikstjóra Inception og The Dark Knight þríleiksins Matthew McConaughey, Anne Hathaway og Michael Caine. Prepare for this. Interstellar, komin í bíó. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvöru.is. Við erum búin að skreita jólamatselana á slipparnum og setja upp glitrandi serjur af litríkum kokteilum. Hlakkaðu til jólana á slipparnum. Þú far eitthvað á alla í fjölskyldunni í glænýrri verslun FNF í Kringlunni. Mikið úrval og frábær verð. FNF Kringlunni. Lavabarinn.
Happy Hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Öl Den danske krå Það geti ekki allir spilað á Airwaves, en það geta allir spilað í Lottónu. Potturinn stefnir í 50 gargandi milljónir helgina. Lottó, alltaf á laugardögum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Ekki erum við á leiðinu þangað, við verðum hér allavega í rúman klukkutíma viðbót Hér á FM og það komið að dagskrárlið sem er búin að vera hvað lengst í þessum þætti og heitir Sturlaðar staðreyndir. Já, áðurum fyrir mig það, takk fyrir trailerinn. Já, varstu gaman að það? Já, þetta var æðislegt. Make me a sandwich. Make me a sandwich, John. Núna áttu alltaf hana trailer. Lasinn og bróður hans. Takk. En það komið að Sturlum. Ég með 10 og þó ég segi sjálfur frá, þá er það mjög góður í dag. Já, hlakka til að lesa þær fyrir ykkur. Tilbúinir? Já. Hlustendur til, allir klárir. Þá byrjum við. 20% af fólki, 65 ára og eldri, vill meina besta kynlífið sé eftir 60. Samkvæmt einhverju nýrri könnun. Sturlu staðreynd. Er það ekki bara að fólk búið að gleyma hvernig það var þegar það var 20? Gæti verið, en ég hefði ekkert á móti að það væri Þetta þá meina þitt besta kynlíf hefur á 20? Hvernig kynlífið þegar maður á 40, John? Það er bara stórkostlegt, sko. Það er bara flugveldasýning öll kvöld. John er líka með svo mikla stamínu, sko. Hleypur 10 km 37 mínútur, sko. Já, eins og kom skýrt fram í trailum hérna þann. Já. Hann getur haldið áfram endalegt, sko. Bullandi stamína Er eitthvað aðeins? Ég ringi bara í einhverju 20, ég er fyrstur í 60, ég ringi í einhverju leið. Þú ert alveg góðum 15 árum undan okkur. Það er bara ný róla og allt bara álað. Gamli 60. En þekkjum við ekki einhvern sem er 60 sem við ringt í? Jú, Svali. Raki Bjarnar. Svali, Logi Bergman. Svali, Logi Bergman. Nei, þeir nú hvori. Hvað er Svali gammal? Hann lítur með þetta alltaf. Er ég gammal þú? Já, hann getur leikið í Karate Kid bara næstu 30 árin. Já, hann er alltaf eins. Já, alltaf 13 ára. Komast í kremið hans maður. En allavega, þá vitið það, kæri hlustundur, að 65 ára eldri, vilja meina þetta. Svo er það næsta. Hangry er orð. Hangry. Hungry plus angry. Já. Er eitt orð. Það er svangur og reiður og þá er til bandaríkjunum hangry. Já, ég get alveg átt við þetta að stríða. Hangry. Svangur og reiður. Hefur þú verið svangur og reiður? Ég hef verið hangry. Ég sé því svona kannski bara svartnætti á leiðinni heim, þá ertu reiður og svangur. Einhverja góða helgi. Það komið nafnið það, hangry. Hangry. Og þetta er viðurkennt orð. En þú, Egill, verður stundum svangur og reiður? Ég höndlaði nokkuð vel að vera svangur, þannig ég verði aldrei hangry. Nei. Maður kannski reiður, maður verður bara pyrjar eitthvað, maður bara vantar eitthvað. Af okkur þreim, þá held ég að Jóngunni sé oftast hangry. Já, þú ert samt mjög hangry líka. Já, ég er þetta mjög pyrrar. Þú getur ekki mat strax, getur ekki beðið hálftíma. Ég verði til að sjá reiða blöð, hangry blöð, ef að Dominus myndi að hlýna loka í korter. Það myndi sturlast. Það var svona sketchur á YouTube þegar það taka svona World of Warcraft einhverju krökkum og þið trillast, sko. Það er enginn að fara að loka Dominus. Nei, ég veit, ég bara hypothetical, sko. Rakin Cash. Já, svo er það næsta. Nicolas Cage skýrði son sinn í höfu á Superman. Já, hann skýrði hann Kal-El. Já. Þetta veit ég. Það er rosalegt. Hann er, Nicolas Cage er vist þvílíkur svona comic nerd. Hann er brjálaður comic nerd. Og hann, önnur sturlu staðrind, að hann keifti fyrsta Superman-blaðið. Já, það kostaði, hvað kostaði, $1 million? Já, $1,5 million. Já, ég meina, en að kaupa sér teiknimyndasögu á 200 milljónir. Já, skiptir hann engum máli, hann átt það mikið penningur, sko. Hann bjótið The Rock, Conair. Það fyrir honum, eins og við myndum kaupa eitthvað á 20 skall. Já, kannski. Þetta er svolítið, sko. Nicolas Cage. One hell of a man. One hell of a man. Það er ekki svolítið langt sér að maður svo hann í góðri mynd samt. Jú. Nei. Stolen, frábær mynd, kom á 2012. Er eitthvað að þér? Hún var skelvileg. Nei, ekki góð. Hann var góður í Rock og Conair. Já, það eru mörg ár síðan. Mörg ár síðan, sko. Face Off, var rándýr þar. Þetta er allt 90's, sko. Já, við erum að tala um núna, sko. Já, Stolen. Nicolas Cage needs a hit, það er bara hann. Svipa með Keanu, hann er þetta núna í John Wick sem á að vera flott, sko. Er hún góð það? Já, ég heyrstu rosa gott. En Nicolas Cage er samt svona gaur, maður heldur alltaf með hann. Hann má alveg koma með 6 lélega myndir og svo bara kemur eitthvað gott. Það er svo nóg að gera hjá Nicolas Cage, sko. 6-7 myndir í post-production eða announced eða eitthvað, sko, nóg að gera hjá. National Treasure 3. Hann er Nicolas Cage. Já, það er hárið þegar. Hann er Nicolas Cage. Thank you, Einstein. Það er alveg rétt í agli, hann er Nicolas Cage. Hann Nicolas Cage. Það væri við náðin. Svo er það næsta, hestar stunda jóka. Hvað finnur þetta? Hestar stunda jóka. Var jókatímar sem þið mæti í? Nei, veist, ekkert all.
Þú sér ekkert einhvern hest í bara hotjóka því að hann mæti sjálfur að skráði sinn, sko. Maður hendi sér í sport og sér hotjóka og bara einhver rissa vil. En þeir stunda jóka, það er að kenna þeim jóka. Hafið þið farið í jóka, strákar? Já, ég elska hotjóka, það er æðislegt, sko. Já, ok. Það er algjörsnilt. Rólegur. Ég er mjög rólegur. Við fórumast í hotjókun. Já, það var hrikalega erfitt, maður. Það er nefnilega erfitt. Já. Við erum ekki nógu liðuð, sko. Já, ég er ekki liðuð, þú veist, ég bara, fótbolta í 30 ár, tegiði aldrei, þetta er svo beigja játtstöng, sko. Ég var samt að detti í dúun og indjánan og allt, ég var ruggling. Ég er ekkert hissa og sérst aldrei á lausu, John. Því líkt stamina og svo þetta jóka líka. Næsta, NASA borgar fólki $15,000 eða 2 milljónir fyrir að sitja í rúmi í 87 daga. Og menn að vera að gera svona gravity rannsóknir. Og þetta er náttúrulega bara myndir fyrir cash, myndið þið gera það? Taka 2 milljónir fyrir að sitja í 87 daga í samrúminu. Hvað marga milljónir? 3 mánuðir. 2. Þetta er eitthvað rugglaður. Já, 3 mánuðir, já, 3 mánuðir. Nei, aldrei. Það er lélega launið það ekki. Það er svona fyrir að gera ekkert. Já, liggja bara einhver, þetta er vondur díl. Já. En alltaf NASA, var einhver hérna úti sem að vantar $15,000, þá getur ég tjekka á þessu. Svo er næsta, það er eitt flugfélag í heiminum sem er með eina stjörnu á Skytrax. Það er svona að gefa flugfélagum stjörnur eins og bara veitingastæði og svona. Og það er North Korea Air. Myndið þið fljúa með þeim? Nei, ég væri alveg rólugur. Já, það er eitthvað flugfélag sem ég myndi ekki. Ein stjarna, jú, ég ætla að henda mér í flugu eftir. Já, ég bara, myndið þið fara til Norður Kóru? Nei. Mér langar að fara. Er það? Afhverju? Myndir þú þóra það, eða? Því að það væri... Þú getur bara alltaf ekki komið tilbaka. Já, ég bara leysi vind á vitlausum stað, þá ertu bara að fann í fangilsi. Ég myndi haga mér. Myndur þú haga þér? Þú getur ekki haga þér. Í fyrsta lagi máttu ekki vera með símaðar, þannig að þú getur ekki fara. Ég veit það, ég myndi þurfa að gefa með símaðar stað, sko. Já, hvernig? Ég getur ekki bara netið, ég má ekki horfa á Con Air. En mér langt samt að fara það. Já, ég myndi ekki þóra, ég væri til að sjá þetta, en ég myndi ekki þóra að fara. 1000 aðri staðir í heiminum sem ég væri til að heimsækja á undan Norður-Kóru. Já, sveimi þá. Svo er hana, næsta, kreftun hnefan, ef þú átt erfitt með að muna orð, það örvar heilan og hjálpar minninu. Það er ótrúlega oft sem maður, hvað heitir áttu leikarinn? Þá var maður að kreppa hnefan. Þetta er gott fyrir fólk sem er leiðin próf. Já, þetta loksins kemur með eitthvað fyrir fólki að núti. Styttist í próf, fullt af fólki öruglega. Kreista hnefan. Kreistið hnefan. Svona læri fólk að þeir hlusta á FNÍ5 blöð. Þetta er einu dagskrárliðurinn það sem við kennum. Já, það er rétt. Ég er með þess að nota fullt af þessum staðrindum, sko. Það eru 3 ár eftir. Kim Kardashian þénar... Ég er mikill aðdóðandi. Já, ég veit allt um það. Hún þénar $700,000 á dag. Nei. Það kemur ekkert orð. 100 miljónir. Það kemur ekkert orð. 100 miljónir á dag. Já. Sturlu staðrind. Fyrir hvern anskota? Ég fór um þetta að lesa um það. Hún dröllar cash. Það er bara hannig. Hún er hérna að plugga bara öllu og... Ég er Kardashian maður, sko, Kim, sést, ég þól ekki hittrasli, sko. Hittrasli, jú, veist það, ég held að Chloe sé skemmtilegust. Hún var kynir í einhverju sem ég var streflega. Já, hún var kynir í X-Factor, sko. Já, hún var frábæð það. Sko, Kim Kardashian er með 21 milljón followers á Instagram. Já, akkurat. Hún bara byrti mynd af einhverju og fær cash. Já, fær penning. Þetta er ekki flókið, sko. En það er hérna... Hún lítur að fá okkur cash fyrir hennar botsin, mann. Ég er mikill Kim Kardashian, mann. Já, ég veit það. Ég líka. Herðu, hérna, hafið hort á þættina Keeping Up with the Kardashians? Já. Maður festir stundum, við líður endur alltaf pínu, ég verð pínu þunnur að horfa á þetta þó ég sé ekki búin að drekka, sko. Já, mann finnst mann ég var að gera eitthvað allt annað. Já, en hérna, hvað kom fyrir bróðir þeirra? Það er bara búið að blása hann upp eins og dekk. Það er bara eins og að tekið einhver á... Já, ok. Hann er orðin 150 kíló eða eitthvað. Mér fannst skrítnastu. Hvað er hann, Rob? Þessi pappi hann að Jenner gæði hann. Já, hann er náttúrulega... Hann er bara svona geimvera. Já, hann er að reyna bara að kona, held ég. Já, ég veit ekki hvað hann er að reyna, sko. Það er ekki engin kona sem ég er gaman að tala við. Það er almáttur. Það eru 2 eftir. Hann er reyndar í kannsamt ákveðlega við hann, en hann er í tómuröglununa, finnst mér. Já. Síðustu 2. Húðina þér getur orðið appelsínugul ef þú borðar of mikið af gulrótum. Sturlu staðrind. Það er staðrind í alvörunni? Já, og hann farið í vallega í gulrætinnar. Ég held þú þurfið reyndar að geta bara, þú veist, baðkar á dag. Já, svo sé búið hvað, rautt M&M og það verður eitthvað. Já. Appelsínugul. Ein og ein gulrót í lagi, sant? Já, fyrir fólki að núti. Gulrótur er með einhóllar, sko. Þetta er eitthvað nokkuð kíló á dag og það er engin í því. Ég var til að sjá Orange Skilsa. Já. Ég hef stundum prófað brúnkukrem því ég er experiment og það hefur voru appelsínugulur, sko. Síðan bara ferða eftir 2-3 daga. Ok, önnur frábæð saga. Hringdi í Alex og segði honum hana. Það er svo að síðasta stjórnastæði dagsins og hún er ekkert spes. Chris Kirkpatrick stopnaði NSYNC eftir að hafa verið hafnað af Backstreet Boys. Æ, það er svo lígileg. Ég hefði ekki bara sleppið. Þetta var, já. Skeist hana, því með. En hina voru góðar, þetta voru sturlaða staðarindir. Egil, hvernig skapir því? Aldrei í betra skapi. Aldrei verið í betra skapi.
Ég held ég geti gert þið ennþá betri. Getur gerst í enska boltanum. Það eru 150 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2 við tippum. Blumbar laus og liðugur og langar að hitta þig helgina. Ertu til í hitting? Ert þú búinn að tryggja þér miða á 20 ára afmælistónleika Nirvana-plötunnar Unplugged in New York sem haldnir verða á morgun í Háskólabíó. Tryggðu þér miða strax á miði.is. Súd.is. Ný og glæsileg fatavefverslun fyrir hann og hana. Frí heimsendingum allt land til jóla. Súd.is. Viltu komast í sólina? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú tekið engaþotu í besta veðrið hvar sem í heiminum á hverjum degi. Botturinn í Eurojackpot stefnir í 4,1 miljard. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. English Pub ætlar að bjóða þér í ískaldan Túborg jólabjór á slaginu 2059, föstudaginn 7. nóvember. Lifandi tónlist og ýmsar uppákomur. English Pub. Snjórinn fellur föstudaginn næstkomandi klukkan 20:59. Danska kráin. Stattu traustum fótum með Timberland. Timberland Laugavegi, Timberland Kringlunni. Prime og túleikina stórtónleika Kaleo í Gamla Bíó laugardagskvöldi 29. nóvember. Tryggðu þér miða. Miðasala í fullum gangi á miði.is. Oh, you're from... Then you must know the Ice Queen. She's very big over there. Yeah, the blonde one with the big teeth. You cannot say that anymore. Over here. We have feminists. Ísland, best í heimi! FM 95 Blö. Alla föstudaga. Gæti ekki orðað betur, FM 95 Blöð, alla föstudaga og við erum hér, Auðun Blöndal, Jón Gunnar Geirdal og Egill Einarsson og það komið að dagskráralið sem að, ég veit ekki hvað ég á að segja hann heitir, spurt og svarað og það vist trailer þar líka. Einn virtasti dagskráraliður. Nei, hann ekki virtu þessi. Hann búin að vera svo lengi. Nei. Hann búin að vera jafn lengi. Do you have a problem? Trailerinn minn. Do you have a question? Þetta besti trailer. Ég með spurningu, inspiration, gilsi. Góð trailer. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, meni dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svar. Þetta komið að spurt og svara það hér í FM 95 Blöð. Ég spurði hann fyrir ykkur síðan, Inspiration Gilsi, hvað er það til? Bara nafn sem... Ég bara þekki allt og lengi, þú er aldrei inspirerað mér neitt, sko. Nei. Fólk sem bjóða til fyrir mig. Já, einmitt. Kalla með þetta. Já, einmitt. Jæja, hendu í þennan vitleysis liðin. Fólk út á götu. Hvað ertu með margar spurningar í dag? 2 bara. 2, ok. Og það er svona önnur svolítið eitthvað langlóka og ekki bara byrjað. Fólk þarf að halla sér aftur í stólunum og slaka þess á. Nei, gerð með greiða, hendu bara beint í spurninguna. Henda beint í spurninguna? Ég er að lesa mail. Þú getur lesið þetta fyrir Alex vinnin, ekki okkur. Ef þetta er eitthvað inspiration man who fears no change Nei, þessir er ekkert mikið að Ask the man. Þessir er ekki mikið að sleikja mig upp, sko. Nei, ok. Ótrúlegt. Hérna byrja bara eins og fyrsta spurningin með spes, hann hilsar ekki eins og þessi. Nei, ok. Byrja bara, ég er 5 ára gamall og er í leikskóla. Segja fyrsta setningi. Og hann kann ekki að skrifa og ég lesa þetta bara alltaf 5 ára, skilur hann Ég veit hann kann ekki að skrifa, svona minn er 6 ára, hann er að læra að skrifa, hvaða ofurbarn er þetta? Þetta er bara einhver meistari. Já, er þetta barnið@gmail.com? Og hann segir, ég heiti... Æ, byrju 5 ára og... Nei, þú varst búinn að taka krakka sem hún missa árið, þetta getur ekki verið það, ok? Sko, ég er að reyna að það er mikið stafsendingavillum minna. Ég er bara... Nei, menn ef hann er 5 ára, þá er hann bara magnaðan að geta sendið post. Magnað. Og hann segir, ég heiti Jónatan en er kallaðuð Jonni Plögg. Það er eitthvað aðeins. 5 ára barn sem er kallað Jonni Plögg. Þú ert í alvörinu. Það er eitthvað aðeins. Það er bara að frétta að Jonni var að koma. Það virðist að frétta þig. Já, er það? Nei, og hann segir þetta. Er hann að plugga þetta leikskóla? Þú þarf svo mikla hjálp. Hvað? Það er að byrja í alvörinu. Og bara málega Jonni Plögg
sem er 5 ára að senda þér bara gemil. Og hann segir, ég er stærsti JGG aðdáandi á Íslandi. Ég hef fylgst með honum síðustu 5 ár. Frá fæðingu sem sagt. Nei, alvöru, þú veist. Þetta er virtast dagskráliðurinn. Þú ert svo rosalega lasan. Ég bara veit ekki hvað ég á að byrja. Áttu marga 5 ára aldrei. Vá, maður. Kannski mömmurnar, ég veit ekki. Vá, maður. Mesti JGG á þetta landinu, 5 ára í leikskólanum. Ég kallar Jonni Plögg frá leikskólanum. Magisk, hann er sköllóttur og hann elskar samlokur. Nei, hann getur ekki með tattoo, hann má það ekki. Höldum bara, hann segir, ég vil ná jafn góðum ádangði í lífinu og Nonni Plögg. Lífið leikur við Nonna Plögg, segir hann. Ég er með samlokubáð hérna á leikskólanum. Nei, þú veist, ég er svo svar. Og ég gef öllum krökkunum samlokur. Við varum strákur á leikskóla sem heitir Jonni Plögg með samlokubás. Með samlokubás, bara rétt áður hann fer út að móka sand. Að borða sand, fyrir ekki. Og síðan segir hann hérna, ég keypti daginn hellinga tyggjóm að þið fylgdi með svona fake tattoo. Ég setti fake tattoo og allan handlegginn með slíf alveg eins og JGG. Jonni Plögg veit hvað slíf er, Egill. Í alvöru, hættu svo. Og síðan segir hann bara, mín spurning er til hetjuna minnar. Nonna, hvað á ég að fá mér mitt fyrsta tattoo? Þú ætli sama spurning fyrir viku síðan, nema þá var þetta eitthvað 18 ára krakki á Ísafirði. Hvað er að þér, Jonni? Þetta er besta spurningin í svona hlust og svara. Jonni Plögg er 5 ára með samlokubás og ég er hetjan hans og hann er búin að fylgjast með mér frá fæðingu. Bara 2009 var Jonni Plögg að byrja að fylgjast með gamla mér. Ég er að fá þetta sent. Já, einmitt. Hann er það mikill aðdáandi, Jónkunni. Hann er búin að kaupa fullt af tyggjóðum með svona gerfitattum og komið slíf. Já, og hvar á ég að fá mig mitt fyrsta tattoo? Þú ert veikur, þú ert barn. Þetta er spurning til þín. Ég bara er að lesa þarna sem ég fæ. Hvað? Jóna mín, farðu bara út að leika. Hvað er að þér? Farðu bara út að leika, Jonni. Jonni Plögg. Nei, alveg. Þetta var spurning. Ég vorkinni. Ég fann að vorkinni. Ég hló einu sinni, sko. Ég fann að vorkinni. Þetta var spurning nummer 1, sem sagt. Vílík veisla. Það er spurning nummer 2. Varstu ekki annað með þess að núna? Þetta var frábært, þetta bara... Jonni Plögg, maður. Og ég sendi hún svarið á batnið@gmail.com. Er það Jonni Plögg @internetið? Það er geggjað að það var einhver grjótharður Nonna Plögg aðdáandi að núti sem væri með samlokubás á leikskólanum sínum. Það er þetta glerhart, sko. Það líka, sko, það var ekki mammans, það var ekki ímyndað Jonna Plögg að senda bréfið. Hann sjálfur, 5 ára. Hann bara skrifandi, hent upp Gmail, sæna þessi inn og sendi á Egil Einarsson. Já, því líkur mestari. Ánægðan að krakka. Þú ert svo... Já, það sé spurning nummer 2. Við þurfum að yfirgefa núna Jonna Plögg. Ég vil heyra oftar í honum. Jonni, þú ert að hlusta, takk. Ég kannski reply á hann. Takk Jonna minn, það var frábær spurning. Og síðan kemur hérna bara okkur svona þetta er svona spes-líka bréf. Það kemur góðan daginn Egill minn. Ég þarf að fá ráðlegginga frá þér. Þannig að með réttum ráðum getur þú bjarga lífi besta vina míns og fjárhag allra fjölskylduna minnar. Núna reynir virkilega á þig, kalli minn. Þannig málu ekstra, ég á nokkra veðurhlaupahesta á 12 verðlauna hesta líka. Það slegist sæðið í þeim og þeir vinna öll mót sem þeir fara í. Þannig bara nákvæmlega þannig. En það er slegist sæðið? Já, veist. Er þetta setning? Hann segir þetta, gæinn, ég veit það ekki. Er það ekki eitthvað svona bara í hestahinu? Já, og hann segir, en það er einn yfirburðahestur sem ég á, sem heitir Stanley og það er veðurhlaupahestur. Hef mikið verið að nota hann í veðurhlaupu erlendis. Þannig að top 3 yfir verðmætustu... Hvernig að þú að fara að hjálpa hesta, mann? Ég veit ekki, það var klár að lesa. Komdu með spurningu. Top 3 yfir verðmætustu... Var Alex að senda þér? Hvað er í gangi? Top 3 yfir verðmætustu veðurhlaupahesta heims. Já, komdu með spurninguna. Nema hvað? Það hefur verið helviti þungt yfir honum undanfarið. Ekki, þetta var besta spurt og svarað og ekki. Er hesturinn skollóttur eða? Ekki. Er hesturinn snóðaður eða? Hvað er aðeins? Ertu í alveg að fara í það?
í 100. sinn. Ég slekkaði, sko. Hinn var svo góð, ekki eftir að eiginlega þetta. Nei, veist. Jóni Plögg var aðeins. Fyrst þarna 5 ára krakki með flúr. Hvað er að gerast með hestinn? Maður held áfram. Já. Í síðasta hlaupi fór hann ekki einu sinni úr startblokkun. Bara starði leiður niður á mölina. Það var disaster og fólk tapaði miklu peningu þar. Hann hættur að brosa, hreyfir sér lítið. Af hverju? Það sést bara á hann og hann líður ömulega. Já, af hverju? Við erum báðir sko að fara varlega. Daginn góma ég hann, við erum að príla upp á þak á hlöðunni sem ég er með. Það er eitthvað 20 metra fall þar, niður. Það hefur nefnilega verið að þinnast aðeins faxið á hann. Er það ekki? Við erum tveir hérna. Það komið lag strax. Já, skrítið. Hesturinn er þunglindur af því hann er verið sköllóttur. Það er alveg nýtt. Þetta var spurt og svarað. Á FM 957. Það eru Egill Ötti og Nonni Plögg, besti vinnur Jonna Plögg. Og talandi vandræðalegt, já, ég ætla bara að spyrja Egill, eða bara þið báðir, hvað er vandræðalegasta moment sem það lendi í á ykkur? Wow! Við hendum bara í það hérna. Ætla að leiða maður að undirbúa þetta eins. Já, svona, ok, veist, ekki hugsa á lengi að því að það er leiðilegt út af. Hvað er bara svona, hvað poppar upp í hugan, snemma? Svona, eittur á bingo? Já. Það gæti hafa verið þegar ég var í hljómsveit. Það nú er ég ekki í hljómsveit, þú er í DJ. Messenders Club. Já. Frábær hljómsveit. Já, ok, það er náttúrulega bara vandræðasta momentið á æviðinni, ekki? Það var ekki bara alltaf á fyrirlega. Allt það var vandræðalegt, sko. Það er ekki svona moment. Það er vel gert. Það er ekki lægi með ykkur. Þú fyrir mánuðir vandræðalegir. Sko, því ég skrifa ævisöguna, þá verður lánast hápunktur lífsmins verður Messenders Club. Gerðu það aldrei skrifa. Valli Sport var umbásmaðurinn minn, sko. Því líka meistari. Hann er meistari. Vallat Pipar. Og gasmaður alltaf með mér og Seres 4 og... Þetta er allt topp menn, en hljómsveitin var ekki góð. En það var þegar við vorum að... Herðu, hefur unnið eitthvað með það? Í staðan fyrir John Lemon. Nei, John Lemon, maður. John Lemon. Fara að vinna með það, það er geggjað maður. Ég sá fræjum hjá, sko, fávitunum. John Lemon, nýtt nafn. Þú var svo mörg viðnefnið, John. Nei, ég á þenni ekki. Ég er bara Jón Gunnar. Einu viðnefni sem ég á er á föstudöfum á milli 4 og 6 hjá Tóta Trúð og þér hérna fáið. Það er einu nöfni sem ég er með. Ég var kallað Jónsi Dökkjú fyrir 30 ára síðan af því það var hingæðin í liðinu Jónsi og Ljósarður. Ég ætla að fara að vinna með þetta. 30 ári friði. John Lemon. Þangað til að trúðalestin byrjaði í útvarpinu. John Lemon, maður. En hvað segir það? Það gæti að verið þegar Mercedes Club fórum við Mercedes rútuna, tóku bíltúr á Blönduós einu sinni. Og ég átti það var Plögg. Og það var tróðfullt íþróttahús. Gilsarinn var á hljómborðinu. Það var sem ég var að gera þá. Það var ég bara í 5. hljómsett, skiljur. Já, þú varst ekki headline. Nei. Ég var bara á hljómborðinu, minding my own shit. Nefnum eitthvað rasshaus. Settur hljómborðið í samband. Það var ekki samband. Settaði samband. Og ég vann svolítið með það á tónleikum, það var ekki með það sambandi. Það þykist að vera spil. Og okkur rasshaus setti það í samband. Þú varst að glamra. Þannig að það heyrðist bara og ég bara shit. Það settaði í samband. Og sá snillingur, hann var skilið Netalí. Þá þurfti ég að gefa rótaranum svona, þetta pikki hann bara svona, herru, gamli, drullaðu hljómborðinu og sambandi og það strax. Hver var rótari hjá okkur? Það var eitthvað þýldra snági. Þarna var það bara eitthvað gæði frá Blönduósi. Það skein það ekki hversu ofbúðslega lítill tónlistamann þú ert í rauninni. Hvað meinar þú? Ég meina þú ert í hljómsveit og vandræðalegasta augnablik ævinar var þegar einhver setti bara hljómborðið í samband. Já, setti hljóðfarið actually í samband. Já. Það var vandræðalegt. Það var frekar óþægilegt, ég veit ekki það. Það er svona hljómsveitin var ekki vandræðaleg. Þetta var vandræðalegt. Þetta er svona sem að flestir tónlistamenn vilja þegar þeir eru að spila. Það er að hljóðið sé í lagi. Þetta ætti samt að vera svona tímabil sem þú vilt ekki tala um. Þið líður bara illa, þú veist. Ég er mjög gaman að tala um þetta tímabil. Ég elska það. Þannig að þetta var, síðan var þið tekið aftur úr samband hljómborðið og þá lék lífið aftur um mig. En Nonni, hvað kemur í bíóinu þér? Ég hef ekkert svona Messages Club moment. Nei. Sem betur fyrr. En bara svona fyrst sem þetta að því þú talar um það sko. Kannski bara ammæli mitt um daginn. Auðun Blöndal fannst frábær hugmynd, hann fór upp á svið og... Já, niðurlæði framan alltaf. Niðurlæði gana manni sko. Ég held á barninu mínu sko. Og svo náttúrulega sprakk alltaf salurinn því að Auðun Blöndal mér fyndinn sko. Og hann hefur gaman að ég gera grína mér. Já. Og á svona, pappa ákveður þetta að hlæja. Það var vandræðalegt sko. Já, varst með strákinn. Já, en það veist ekkert svona, veist ég. Þetta var mjög gaman. Það var mjög gróf ræða frá Blöð. Já. Sem betur fyrir þetta ekki til á vídeo eða hljóðupptöku eða eitthvað. Það var slæmt fyrir
Slendu þið, Jen. Verra eða verið ljósmyndar að relta okkur. John Lemon. Já, þetta eru vandrarlegustu momentir á strákunum. Er hérna rass andlit? Já, hvað með... Ekki segja, þú komið líka með þessu. Halló. Það er svo mörg maður. Það var bara í vandrarlegum momentum í sem sjómast átum alltaf. Já, líka. Alltaf sperra sæðir og eitthvað. Já, það var alls líka alltaf þannig að þau var skrifaði ástabrifið þarna. Já, það var vandrarlegt. Það brefrindam, hafa að lesa það einu svona ári allavega. Já, samt sko, það var ekki vandrarlegt að ég sendi það ekki. Það er góð mútur. En þú lappaðir yfir til hann og ætlar að banka, mástu, eins og í Beverly Hills. En ég sleppti til líka. Þú er hringt í pína, heyrði ekki einhvern viðtal við hana? Já, við hringdum í hann. Bara fyrir árið síðan eða eitthvað? Já, ég hringdum og sögðum henni frá byrjun. En þú verður að... einhver trúður á Söðurkrók að það ætla að senda henni bréf. Gerði ekki. Og bara 20 ára seinna en þú verður að hringi En þú verður að velja, Blöð, atriði. Hvað er með eitthvað? Hvernig leiðir þessu algjörum ass-face? Já, þegar ég reif niður gardínuna í kasínó í London. Það er mjög góð, ég er alltaf gaman að heyra þessu. Ég er búin að heyra þessu 100%, ég ætla að heyra það er eitt versta moment aðeins. Hvað var það? Það er kannski einhver sem er ekki heyrt hana nóti. Nei, ég er búin að segja hana í þættinu, sko. Segðu hana bara aftur á þegið. Það voru við 10 ár síðan eitthvað, vorum við að fara í kasínó. Og við vorum að fara í Blackjack, þess að við vorum á svona þriggja stað í London. Það var Eiður að spila með Chelsea. Og sagði að þeir væru uppi hérna í Blackjack, John Terry, Lampard og Davor Suker. Spurðu hvort ég vildi kíkja upp. Ég bara, já. Fórum upp í smá Blackjack og þegar við löpum þar inn. Þá fór ég á barinn að sækja vodka Red Bull. Sótti Vim þannig og spurði hvort að menn vildi. Það var ekkert allt vodka Red Bull og eitthvað. Og ég var með svona bakka. Og var að labba með hann, rasa í teppinu. Og ætlaði hann að bjarga mér og grípi í gardínuna á kasínónu og ég reif hann allar niður og hellti yfir með allan. Það er sennilega vandræðilegt. Það var bara í klán. Já, það var bara viðbjöður. Hefur til að sjá blöðar að þarna, sko. Já, leið mér eins og auðmíkja. Með stjórnunu. Mesta mómenti. Hér eftir smá stund er hvort myndur frekar, við ætlum í flottulega og fleira, ekki missa sekundu. Íslenski listinn í boði Coke Zero. Á laugardögum klukkan 4 á FM 957 verður að heyra vinsælustu lögin á Íslandi. Ósk Gunnarsdóttir fyrir gegnum 20 vinsælustu lög landsins á íslenska listanum. Inni á heimasíðunni fm957.is geturðu skráð þig í FM Plus og leið haft bein áhrif á íslenska listan. Íslenski listinn. Alla laugardaga á FM 957 í boði Coke Zero. Íslenski listinn er í boði Coke Zero. Ekta kókbragð, engin sykur. FM 957 í samstarfi við Sushi Barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla 50 daga. Sushi Barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufjölugum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtækið þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi Barinn næsta 50 dag. FM 957 og Sushi Barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking léttöl. Við hlökkum svo til. Hlýleg og falleg jólalýsing sem lýsir upp skammdegið. Jólin þín byrja í IKEA. Sút.is. Frí heimsending á fatnaði fyrir hann og hana. Kíkt í heimsókn. Sút.is. Hvað eiga hraðskreiðasti bíllinn, hraðskreiðasta þotan og hraðskreiðasta dýrið sameiginlegt með ljósleiðaranum? Vertu með öflugustu nettengingu sem völ er á. Alla leið inn til þín. Pantaðu núna á ljósleiðarin.is. English Pub ætlar að bjóða þér í ískaldan Túborg jólabjór á slaginu 2059 í kvöld. Lifandi tónlist og ýmsar uppákomur. English Pub. Við kynnum til sögunar The Governor. American Style. American Style. Viking jólabjór er komin á kaffibarinn, Dolly, Glaumbar og stofuna. Hvar verður þú í kvöld? Skál fyrir þér. Viking léttöl. Langar þig eitthvað gott að borða? Í Smáralind eru 15 fjölbreyttir veitingastæðir þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Smáralind. Góða skemmtun. Snjórinn fellur föstudaginn næstkomandi klukkan 20:59. Danska kráin. Handgerð list, beint á þinn disk. Saki Barinn, Sushi and Sticks, Laugavegi 2. Yellow Boots.
Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. Alltaf á föstudögum 2 harðir og 1 lunga mjúkur. Föstudag, Jón Gunnar Gerdal, Egill Einarsson og Auðun Blöndal. Mikið rétt. Þennan Airwaves föstudag. Já, það er Airwaves föstudag. Indislega helgi. 7. nóvember. Er þetta bara ég að líður tíminn full hratt þess að það grínast eða? Það er bara jól eftir kort. Já sko, ekki bara jól heldur. Maður er 34 ára og það er að koma jól. Já, ég færtu fyrir mánuði síðan korki þig sko. Ég er officially á 50 aldrei. Já. Það er ekkert að því, ég hlakka til í 50. Já, 40's the new 30. Ég man þegar maður var yngri sko, þá fannst mér alltaf þetta töð hvað tíminn liði hratt og eitthvað. Já. Það er ekki töð. Það er alltaf horse shit. Ég man held ég rámar í augnablik á skuggabarnum einhvern tímann sko, 21 eitthvað. Og þá fannst manni fertugt fólk bara eldra en sólin. Já, hvað hérna? Þá sá hann fert og hann gæði að jaminu bara, hvað er að frétta með þennan? Svo bara fast forward 18 years. Þú varst bara 1995, 21 árs á skuggabarnum. 1995 var ég hérna. Og í sleik á skugga kvöldi. Og á sleik á skugga kvöldi. Það er hárrétt. Það eru mikla líkur því. Þau fljóta að breyta bara ég og Þórbæring og Svali og allir þessi trúðar sko. Allir í sleik? Ekki við, ekki saman í sleik, ekki í flipsleik eins og Egill og vinnur hans en Herðu, ertu að koma með aðra slíf? Nei. Hvenær fékkstu þetta tattoo? Þetta er framhaldið tattoo. Þetta er bara búið að vera síðan í janúar og febrúar, er eitthvað að þér? Ég hef ekki séð þetta. Ætlar að henda þessu upp alla ermina? Nei. Það eru með 2 sleeves. Ekki 2 sleeves, nei. Ok, herðu, það komið að kortmyndir frekar. Kæru hlustendur, hættum þessu bulli. Ég ætla að mér á slíf. Já, ég myndi fá mér slíf, ég var ekki með svona loðunar hendi, það myndi ekki sjá það. Við reytum rakvél eða? Já, samt maður fara að raka sér náttúrulega. Loðin og hvað? Já, ég verði með slíf undir þessu. Og rakar það bara. Það er alltaf að komið að kortmyndir frekar og fyrsta spurningin, drengir, kortmyndir frekar, vilja vera frægur rockstjarna eða frægur Hollywoodleikari? Hvort myndið velja? Þetta er erfið spurning. Nei, þetta er erfið spurning. Þetta er nefnilega mjög erfið spurning. Hvað er það? Rockstjörnulífið er svo draining. Það sígur úr þér orkuna. Nei, það var ekkert endilega að tala bara eins og Justin Timberlake. Endalaust, já, hann er að gigga allar helgar. Messages Club í 8 mínútur. Það áttu hálft lag. Sko, ég get lofað ykkur því, þið myndu ekki höndla tónlistarlífið. Lofa ykkur því. Ekki eina sekundu. Af hverju tala eins og hann er tónlistamæri 30 ára? Freka bara að vera Hollywoodleikari, ein og ein mynd, séttu bara með Smokin' a Pancake inn á milli. Ég er enda viðkjörn það, þú veist. Í staðin fyrir að vera með Smokin' a Pancake, hvernig heldur það sé að vera bara eins og Justin eða bara Bono? Ekki taka eina tónlistamannin í heiminu sem er ekki heroin á rugli. Bono? Já, hann er satt með allt niður. Já, Justin er svona leikari líka, sko. Hann er svo Will Smith bara. Já, Justin er alveg með þetta. Ég var alveg til að vera eignast barn með hann. Hérna, Jón Gunnar, hvort velur þú? Hollywood. Hollywood? Já. Það ekki báði leikara. Ég held að ég tæki rockstjörnuna. Ég er ekki það. Þú myndir aldrei höndla það. Þetta myndi ég höndla það. Þú er komin í heroin eftir korter. Nei. Alveg 100%. 100% sko. Svo væri hann þunglindur på svona 80% tímanum sko. Nei, ég væri alltaf að gigga. Ég hef ekki tíma til að þú myndir detti svo mikið myrkur maður. Það östur þunglindi væri alveg ríkjandi þarna sko. How you guys doing? Bara 80.000 manns, ég myndi velja rockstjörnuna alla daga. Já, eða bara 20 miljónum allan heim dýrkaði að þú varst að koma með Con Air 4. Þetta er stutt party hjá þau blöð, ég er ekki að vera leiðileg. Já, ég ætla ekki að vera leiðileg sko. Þetta er því, þú veist, hann myndi tengja 2 helgar, svo done. Svo var hann bara komið með sprautunálinn í augað. Það er ekki að trúa blöðsir rockstjörnu. Nei. Þá er það næsta, hvort myndið þið freka velja? Eiga ykkar eigin eyju eða engadóttu? Eyju svona... Já, hvað ætlar að, veist, ég fór að hugsa þetta, ég er þetta of létt spurning, samt ekki, hvað ætlar að fara að gera á þessari eyju? Þú getur alveg farið í sólbað bara eitthvað annars stað, sko. Hvað ætlar að gera á eyjunni þinni, Jón? Það er flóið hvert sem er. Já, hörri, tek tilbaka. Það er ég að borga bensín í engadóttuna. Borga bensín? Ringdi í N1. Hvað er annað? Nei, menn þú veist, hvað græði ég á engaþóttu? Ég get ekki sem borga bensín. Það hlýtur að fylgja spurningunni og fára strasli sem fylgir, flugmann og bensín og vesa. Þetta er bara eiga þótt út á Reykjavíkflug. Bara í Vatnsmýrinni. Það var ömulegt bara. Egil, lakkur þetta aldrei engaþóttulinni? Dýrt bensíni. Já. Hvað aldrei bensíni kosti? Það er rándýrt að reyka engaþóttu. Ég meina, þú hlýtur að vita það. Það myndi verið rockstjarnar með Meistarsklub. Ég hef aldrei farið í engaþóttu. Ég mista góðærinu. Ég ætla ekki að missa næsta góðæri. Já, ég hef aldrei farið í engaþóttum, það er rétt. Nei, en fæ ég free gas líka? Já, fær free gas. Þá vil ég engaþóttuna. Engaþóttum, samanlá. Nei, ekki. Flýgur þú allt, bara æðist. Samt alveg töff að eiga sín eigin eyju. Það er alveg cool að eiga eyju, en það er líka cool að segja, hörðu, ef þetta vega svo eftir, ok. Hvað er eyjan, hvað er á eyjunni
hvað er eigin stór? Þetta er svona lykilatriði. Það er Ari Trausti. Öllum saman með þessi eyju. Við erum að fara að fljúga til Vegas. Þetta er enga þóta. En síðasta spurningin er mjög erfið. Og ég get ekki svarað henni sjálfur. Ég held samt ég geti svarað henni. Aldrei drekka bjór aftur eða aldrei borða pizza aftur? Aldrei borða pizza aftur, þetta er ruglaður. Það gerur það? Já. Get ég Þú getur aldrei fengið pizza aftur? Nei, ég get fengið mér ískalla bjór, ég get fengið nautalund, humar. Ég get fengið mér burger. Ég veit alveg að þetta er fullt af öðru mat, Egil, sko. Ég get fengið mér burger. Ég get fengið mér vöflu. Ég er toppmálum. Þú getur fengið allt, bara ekki pizza. Já, ég segi það, burt með pizza. Þú ætlar að horfa United Chelsea, ekki að fá þér einn hélaðan. Já, það er glata. Færi maður ekki bara beint í einn einfaldan gin og tónik? Nei, þú ert ekki Arnar Gunnlaugs, þú ert ekki Arnar Gunnlaugs. Eða Ævar Guðmundsson. Þú getur ekki fengið hvítin yfir leiknum. Það er bara... Ég væri til að sjá Sophisticated What a Man Blur með hvítvín yfir leiknum. Ég gleymi aldrei mómentinu. Sátum að Players-félagarnir, allir með einn ískaldan, kemur Arnar Gunnlaugs á borðið með hvítinsglas. Ef einhver annar hefði gert það, hann hefði ekki að heyra Arnar Gunnlaugs fekk ekki svona skot. Það var ekkert eitthvað svona Gætu með hvítvín, ekki leiði með þig. Og svo þegar það settist niður þá langaði því í hvítvín. Hann hefur þau áhrif á því. Hann seldi mér það. Hann seldi hvítvín. Stundum er ekki hægt að gera grína mönnum. Það er ekki hægt. Arnar Gunnlaugs er einn af þeim. Hann er einn af þeim. Ég myndi korka bjórin. Já, þú gætir ekki hægt pizza. Nei, ég er ekki tóka. Ég gæti ekki hægt að borða pizza. Þú er ekki myndi hoppa fram á Landspítalanum eða myndi hægt að selja pizza. Nei, rólegur. Þú getur fóru allan annan mat. Já, ég bara, pizzaði mitt. Þú elskar líka bjór, sko. Einu snöppin sem komur á blöð er af pizzunum sem er að koma heim til hans og Ted. Þannig að hann geti aldrei hægt að borða pizzu. Er þetta komið leið á Ted snappitunum? Nei, alls ekki, þetta er frábært. Ég bara býð eftir að Egil senda með snapp næstan fyrir klippingu hjá Alex. Villandi vesen á Ted í germa. Herru, þetta var kortmyndru frekar. Hér eftir smástund förum við í flottulaga keppnina og talandum flottulaga keppnina. Hér er flott lag. Hér á FM 95 blöð á FM 957. Það styttist í flottulagkeppnina. Hún gengur þannig fyrir sig að þá veljum við allir lag, spilum 2 mínútur úr laginu og þið ringi 511-0957. Fyrstur upp í 4 atkvæði vinnur keppnina. Og það er Fight Club þema? Já, byrju Fight Club þema er það bara The rules are there are no rules. Já, það er enga reglur. Þú getur bara komið með romantík. Nei, ég tók við 5-0 síðast. Ég veit, ég þarf að ríða mig í gang. 5-0? Með hvað lagi? Þá vorum við með rólega romantísk lög. Þú valdi þemaði sjálfur. Ég var með Roxette, tók enga sjensa og hann spilaði Guns N' Roses sem var Tókstu Roxette með enga sjensa? Þú meiri sem er vondan tónlistum. Er það ekki Roxette maður? Jú, 89? Já, samt 1900? Þarna verði ég aðeins að taka hanskan fyrir Egil. Gott lag. Ekki rakka niður Roxette á minni vart. Nei, gott lag og róli, sko. En þú veist, ég er mikill Roxette. Hvað tókstu, November Rain? Nei, ég tók Don't Cry. Já, glerhátt. Það stílaði inn á Guns N' Roses aðdáðan á Íslandi. Nei, það var bæðið stelpur og strákar sem ringdu. En, já, ok. Þannig að það er flottulagkeppnin hér eitt smá og þemað er, reglan eru að enga reglur. Þema er ekki þema. Ok, það er þema laust hér eftir, já, stutturauðlýsingar. English Pub ætlar að bjóða þér í ískaldan Túborg jólabjór á slaginu 2059 í kvöld. Lifandi tónlist og ýmsar uppákomur. English Pub. Afmælisháttíð tölvulistans. 100 ótrúleg afmælistilboð. Tölvuverslunin þín allt land. Tölvulistin. Explode Hardcore. Líklega besta pre-workout í heimi. Líkam og lífstíl. Kópavogi. Líkamolífstíl.is. Hvernig væri að bjóða allri ættinni til sólarlanda með mökum? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú boðið 1000 manna til útlanda á hverju ári. Bótturinn í Eurojackpot stefnir í 4,1 miljard. Eurojackpot. Föstu dagur til fjár. Jólahamborgarinn er kominn á fabrikuna. Rudolf hefur alltaf selst upp fyrir jólin. Þú skilur það þegar þú smakkar hann. Fabrikan. Ilmurinn lokkar í IKEA helgina. Við bjóðum þér að smakka nýbakaðar smákökur frá klukkan 1 til 5. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Plumbari komur úr fríinu og tók með risaskjái, PlayStation 4 og svo með tilboð sem allir virða. Snjórinn fellur. Föstudaginn næstkomandi klukkan 20:59. English Pub. Þetta er neyðarkall björgunarsveitana. Takið vel á móti sölufólki okkar. Slysavarnarfélagi Landsbjörg.
Við erum með yfir 40 tegundir af ísköldum íslenskum bjór. Íslenski barinn, Ingólfsstræti. FNF er glæný tískuruverslun í Kringlunni. Fatnaður á alla fjölskylduna. FNF Kringlunni. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hárið, þú ert að hlusta á FM 95 Blö og það komið að flottulega keppninni. Eins og við útskjöfum hér fyrir auglýsingar þá spilum við 2 mínútur úr laginu og þið ringið 511-0957 og greiðið atkvæði, kæru hlustendur. Eru þið tilbúnir, drengir? Já, ég er samt ekki viss, maður. Já, ok. Ég er að smetla á mér þetta. Já, ég er tilbúin með mitt. Ég veit ekki hvort ég að taka sensa. Það sem ég tapaði síðast, þá þegar ég virkilega ríða mig í gang. Ég held ég sé við að solid, eins og ég kalla það. Þú ert að raise your game. Já, virkilega. Við ætlum að byrja á Nonna Samloku, eða John Lemon, eins og hann er kallaður. Þetta er bara Jóni Gunnari. Já, hvaða lag ætlað þú að hendi í flottulega-keppninni í dag? Ég ætla að henda í Ed Sheeran, vinur minn. Ed Sheeran? Ed Sheeran, þetta er rólegt, ég veit það föstudagur og Egil aftur að byrja að öskra á mig. Ætlar að hendi í rólegt lag á föstudegi í flottulega-keppninni? Já. Okay. Ég segi að Nonni Plugg fái ekki punkt. Þú hefur sagt það áður og verið sokkað. Ég ætla að tippa. Hvað heitir lagið? Það heitir Thinking Out Loud. Þetta er mjúki gamli. Þetta er framlag John Lemon í flottulega-keppninni. When your legs don't work like they used to. Hvað ég var að leggja okkur það? Ég ætla að vanga Egil, býta aðeins. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Hvað renna bara svona mjúklein í helgina? Fólk er búið útborga, fólk er að hella í sig, fólk vil enda ekki að heyra þetta kjaftaði. Jú. Þetta var framlag. Það kemur ljósa eftir. Þetta var framlag John Lemon í flottulega-keppninni. Kannski setur sokki og vinnur þetta. Já. Þetta er hlustendur sem ákveða. Akkurat. Þetta var, þitt framlag, Jón Gunnar. Já, það er rétt. Thinking Out Loud með þér. Já, flott lag, en ég veit ekki með. Og þú var að næstur Man of Blondell. Man of Blondell, já, ég get alveg tekið næsta. Ok. Ég er ekki að fara að svæfa liðið. Nei. Ok. Ég ákvað svona þegar var ekkert þema, þá var ég að ok, hvaða lag svona þegar að koma út var ég bara, ok, þetta er besta lag sem ég heyrt. Og það kom eitt lag upp í hugan. Á þeim tíma þegar þetta lag kom út, þá fannst mér þetta besta lag sem hefði komið bara í mörg ár. Mér finnst það ennþá flott. Já. Og ég ætla aðeins að keyra þetta í gang. Það fyrir að lagja þessu. Já, ég er sammála, þetta kom út, þetta er trillt lag. Já, þetta er partí. Ég ætla að minna þig á það, Blöð, að þú talar ekkert yfir lagið þitt. Ekki neitt, það fekk að rúlla 2 mínútur. Og ég ætla að vona að ég fái sömu virðingu á mitt lag eins og þú sýndir... Við Jón Gunnar fengum báði 90 sek. Já. 90 sek, þetta er 2 mínútur, það er 2 mínútur. Já, ég er rugglegast, það var 90 sek í okkur bán. Ég stilt þetta nákvæmlega eftir. Já, ok, þá færð þú bara 2 mínútur, litli krakkið maður. Hvaða lag ertu með? Ég sendi þig link. Já, ok. Nei, ertu eitthvað rugglaður í? Hvað? Þetta er sagan nefnilega í laginu. Ertu að fara að setja þetta D-Devils viðbjóð hérna að sjá? Ekki viðbjóð, þetta er bara mjög gott lag. Hvað er að gerast hérna? Ekki eyðileggja lagið. Ég ætla ekki að eyðileggja það. Það þarf ekki að eyðileggja það. Þú áttar á því að lagið sem þú ert að koma með í keppnin sem heitir Flottulega-keppnin er með D-Devils og heitir Sixth Gate, Dance with the Devil. 740 stíks, wow, þetta er alveg huge. Hérna er framlag Gilsarans. Are open. Gate 1, darkness, the world of demons. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Hvað finnur þetta? Gate 5, hvað finnur þetta? Ekki tala um söguna. Gate 6, pick up your weapons and fight. Ég er bara space út hérna. Fight. Fight and dance with the devil. Lengstu 2 mínútur ævi minnar. Já, þá vil ég freka að vanga við Ed Sheeran. Lengstu 2 mínútur ævi minnar. Slöktur á besta kaplan. Þú fegst 2 mínútur, þú fegst lengra heldur en ég og Jón Gunnar. Það var hryllingu, drengur. Hvað er alveg? Fólk elskar D-Devil, sko. Ég held ég sé nokkuð solid með að win. Egil, þú ætti að tala við eins og vinnuðinn. Ég er vinnuðinn. Þú þarft mikla og... John, þú hendir Ed Sheeran á föstu degi, shut your mouth. Þú þarft mikla og djúpa hjálp. Býttu bara eftir þessi fólki. Það er konur skælandi, það varst það svo fallið. 5-11-0-9-5-7. Kæru hlustendur og ég byrst afsökunar á síðasta lagi. Ég er skatt ekki starfsmann. Tjekkum á þessum FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað heitir þú? Ég heiti Hekla. Hekla, og hvað segir þú gott?
Ég hress. Það ekki, hvað verður að brasa? Ég bara gera mig tilbúin fyrir leikur. Já, hvað var að fara að sjá? Leikhús, vel gert. Ég manna ekki. Já, ok, svona spennt. En hvaða lag fannst þér flottast í dag? John Lennon var með þetta. John Lennon kom með punkt með Ed Sheeran. Ég held að hann myndi ekki fá punkt. Hún er heima að græja sér fyrir leikhús, hendur Ed Sheeran á. Já. Hún veit ekki sem hvað leikrit hún að fara og hann er alveg saman. Ég veit alveg okkur man ekki hvað leikrit hún að fara. Það eru þessu lægjans eigin. Ég speysa á því. Ég veit alltaf hvað ég heit eftir þetta ógeðmaður. Hún er ekki að fara að hella í sig sko. Ég veit fá the party animals inn, þá fæ ég punkt. Hún er party animal, hún nennir ekki sinni leikhús sko. Ef þú ert að party animal þá tekur in the club allan. Nei. En takk fyrir þetta Hekla og góða skemmtun í leikhúsi. Takk. Takk fyrir það. Bye. John Lennon kom með atkvæðin. Þegiðu John. FM 957 góðan daginn. Næ, það sé þetta út. FM. Já, góð kvöldi. Hvað segir þú gott kvöld? I dance with the devil. Ekki gera þetta maður. Allan daginn. Nei, verður Hann er veik sko. Hann er veik. Við líkum meistari. Hvað heitir þú? Siggi. King Siggi, segir kallan. Segðu í alvöru hvaða lag þið fannst flottast. Þetta var klárlega lagið. Hei. Að rífa helgin í gang. Alltaf þekkið þið meistari, fáðu að fá þér eitt ískaldar og það skilir. Siggi, hann er lasin sko. Það má ekki íta undir þetta, hann er lasin þessi strákur. Herru, fara ekki að grenja, ég fekk atkvæði. Hvernig getur In the Club ekki verið komið punkt? En takk ég alveg að ringja Siggi. Hver er komið punkt? Það er eitthvað eldgamalt In the Club. FM, góðan daginn. Lagið með þig. Halló. Já, góðan daginn. Hvað segir þú gott? Já. Hvað heitir þú? Guðmundur, já, hvað fannst þér besta lag í dag? Herru, þeir sem spila tekno og þeir fá mitt atkvæðin. Yeah, D-Devils! Ég held að fólk sé fara að vorkina þess. Þetta er bara besta lag sem þeir spila lengi, sko. Já, herru, ég þakka fyrir það, þú miklu meistari. Þetta getur ekki verið að gerast. En takk fyrir að ringja samt, Guðmundur. Þetta er eitthvað svo góða hlustendur. In the lead! Þetta er svona gamanmál, þú tónir svona Leon C. Plötusnóðan. Góðan daginn, hvað heitir þú? Ég vil bara láta ykkur vita þetta og langtílu og bara einmesta hljómingur sem ég heilt. Ég veit. Nákvæmlega. Og bara þetta skammar ég skulle að spila þetta. Við þurfum að spila þetta, trúðunum vildi þetta. En lag nummer 1 og 2 sko, ég er mjög erfitt með að öllu mér þeirra en bara því að lag nummer 1 er búið upp að slagið mér síðan dag þá verði ég að velja það. Já, nonni. 2-2. Þetta gangi ykkur vel. Takk, bæ. John Lennon kom með 2 Hvað sagði ég? Blöð er ekki með punkt. Hvað er ekki komið punkt hérna? Blöð er ekki með punkt. Góðan daginn. Við skvísurnar elskum Ed Sheeran. Góðan daginn, hvað segir gott? Ötti fara alltaf mitt að skala. Anna þekkið þig maður. Hann á skilipunkt. Fæst bara eitthvað blöð aðdáðandinn. Ánægð með takk að þið fóðu að ringja. Sauðakrokkur loga núna í 50 cent. Anna. Hann er komið punkt. FM. Já, góða kvöldi. Góða kvöldi, hvað segir gott? Ég heyri þetta eitthvað teknomeistari hann á línunni. Nei, þetta er maður. Nei, hann var að vanga. Teknói. Nei. En teknoði það ekki? Allan tíman. D-Devils. Takk fyrir að ringja satt. Þú ert að skemma fólk. Það er 3-2-1. In the lead. FM. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir gott? Ég sé allt fint það. Nei, ekki? Ed Sheeran. Hvað var flottasta lag? Það er 50 cent. 50 cent maður, komið 2 púnta, vel gert. Takk aðeinslega. Þetta er eitthvað mest spennandi keppni sem við farið í, held ég. Maður sjá, það er allt í... Ég með þægilega fórut. Þú ert atkvæði frá að vinna. FM? Nei, þetta er 5 5 stig, ok. FM? 5. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað fannst þér flottasta lagi? Lesaðu, teknomeistari. Vitið að þetta er bara gjörsanlega einfalt. Nýkominn úr ríkinu, búinn að ná sér í bjórinn og allt klárt. Og heima vanga við Ed Sheeran. Nei, og svo erum maður að taka pektan sem bara við hérna síðasta ræði sem að gera. Það er ekki ég þig. Þetta er klártmál. Þetta er ekki flókið. Takk fyrir að ringja samt. 4-2-2. Með þennan hritt. Eitt í viðbútt, koma. Eitt í viðbútt. Halló. Já, góðan daginn. Hvað varst þið flottasta lagi í dag? Þetta er alltaf klárlega að degi í D-Devils. Yes! Jæja. Takk fyrir að ringja samt. 5-2-2. Ég held að fólk sem er að meðtaka það því það veit við lasum. Hvaða? Fáðu ekki að heyra sig og lagi? Nei. Engar áhyggjur. Þetta lag verður sveið með þá einna mínum uppáhalds Justin Timberlake TKO. En já, það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Klukkan er að verða 6 þennan föstudaginn. Minni á þáttin í næstu viku, þá verðum við með veislu, kæru hlustendur, því að það er 30 ára afmæli FM 95 Blöð. Hvernig verður fyrirkomulagi á þeim þætti Blöðan dag? Það verður þannig að, já, allir þeir snillingar sem hafa verið í þættinum í gegnum tíðina verða hérna með okkur. Wow. Og stefnan er að vera með nýjan brjánbreka, nýjan tong og jafnvel nýjan...
Hitaglefa og ég veit ekki hvað. Þannig að það ætti að vera veisla næsta föstudag. Og Steindi líka að klára tökur, þannig að hann verður mættur aftur til okkar. Ekki það, hrikalega gaman að hafa í dag John Lemon. Hrikalega gaman að vanda. Alltaf gaman að hafa. Og mikill heiður og forréttindi. Yes, vonandi þið gaman að kæru hlustendur. Við ætla að skemmtum okkur í stúdíónu. Og eins og ég segi, verðum mættir hérna aftur næsta föstudag. Hvernig helgin er Egill? Ég ætla í bodybuilding á morgun. Svo ég ætla að horfa á United vinna og ég ætla að horfa á Chelsea vinna og svo ekki sem fæði mér eitt ískaldan Corona, ég veit það ekki og já, topp helgi. Ég ætla að fá mér jólatúborg, það sé ég. Já, það er, ég minni líka, ég ætla nú að plugga Svessa er að spila á dönsku í kvöld, það verður stemming. Og jólatúborgin er dett inn alls þar. Já. Það er dásalegt. Maður gæti þurft að kíkja á það. Já, ég er náttúrulega verði. Ætli jólatúborg 7. nóvember. Þið tveir. Jólatúborg, Airwaves, öll helgin, takk. Það er búið að vera nettu janúarblöð í gangi, ég er búin að vera í tökum á talin síðustu 3 helgar. Já, búin að rólu. Já, ég skilja einn jólatúborg. Ég vil þá fullan og reiðan blöð í kvöld. Öskra á fólk, hreinda einhverjum kannski. Ekki alvarlega, bara ít einhverjum. Nei. Já, því ég vannu því. Það er vannu því. Nei, bara henda Sverri Bergmann ykkur óskulög, við erum góðu þar. Það er hreint að ég var til í reiðan Svessa. Hafið þið lent í Svessa? Hef ég lent í, það reyndi að skalla mig. Hafið þið lent í, er það grínast ég? Það var ólíf. Þú veist, vinið minn í 15 ára, hann reyndi svona að skalla mig. Ég ætla að snúa steikina niður og henda hann út á ólífu. Það var svartbætti á Svessa. Hann var dálítinn í plöntunum þína. En af hverju var hann að skalla þig? En bara nema reiðu plöntuna, hann bara, það var svo reitt tré. Hann var reið planta. Hvað sagði hann við þig? Hann sagði ekki til mig, hann reyndi bara að skalla mig. Ég sagði að hlaupa hann á barnum, svo var það, hei, hvað er í gangi? Ég man eftir, hringdi þið mjög daginn eftir. Var eitthvað, hvað? Það er bugaðasta símtal sem ég fengi. Og þið þekki vinið mína, ég á bugaða vinistundum, sko. Það er bara, hann hringdi mig daginn eftir. Hvað voru að gera stölu í gæðir? Hann bara, ég haf aldrei heyrt 3 cm á hæð. Hann vissi hann var svo bara bugaður. Það var æðislegt, sko. Við reyðum þetta reglulega upp og hlægjum mikið. Ég verð til að fá þann Svessa í kvöld. En eigi góða helgi, hvort hún verður róleg eða fjörug. Kæru hlustendur og fyrir ykkur sem að gera ykkur í gang. Þá þetta ágætislag. Og svona fyrir stelpunar sem að gera sig fínar fyrir kvöldið. Fyrir leikhúsið. Heyrumst eftir viku með afmælistátt, 3 ára afmæli FM 95 Blö. Góða helgi. Karibabaka, kjúklingabaka, hvítlauksbaka. Þú finnur þessar 3 og margar fleiri á bökudögum Safran. Safran. Ef þú stendur í röð til að komast inn á tónleika, notaðu þá tíman til að velja lukutölunar. Lottóbátturinn stendur í 50 milljónir helgina. Lottó. Alltaf á laugardögum. Get out there and save the world. Warner Brothers kynna Interstellar frá leikstjóra Inception og The Dark Knight 3 leiksins. Matthew McConaughey, Anne Hathaway og Michael Caine. Prepare for this. Interstellar, komin í bíó. Bacardi 50 dagar á lavabarnum, mojito og fleiri koktelar á 1000 krónur. 25% afsláttur af Tiger Tail nuttrúlunni í november. Líkam og lífstíls, Kópavogi, líkamolífstíls.is. Danska K. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4 til 6.